og sæl. Við erum að fara að velta vöngum yfir einhverju og sem við skiljum ekki, væntanlega. Við veltum mestu vöngu við því sem við skiljum ekki, ekki svoleiðis. En það að þá hef ég verið að skrifa, eins og þú kannski veist. Ég byrjaði að skrifa á fullu 85. Og þá voru einhver tölvur og erfitt vik að vera með eitthvað sjálfstæði þar þannig séð og maður sendi þetta blöðin vegna þess að annað var ekki að ræða og ef þú vildir gera eitthvað annað en að skrifa fyrir skúffuna, sumir gera það vist en ég reynda skil ekki þau vinnubrögð og þau grein svona dvöldu. Það heitir víst að ritstjórna blaðinu og ég alveg sammála því að það þarf að vera og sennilega aldrei þyrfti að fara miklu harðar í það í dag en kannski gert er. En samt var það nú þannig að mér mislíkaði þetta. Ég nú þannig gæi að ég vil nú bara bera ábyrgð sjálfur á því sem ég að gera og ekkert að vera að láta aðra neitt bera ábyrgð á því fyrir mig. En þetta var náttúrulega það sem maður laut og ekkert annað að ræða. Ef maður vildi gera þetta áfram og þetta var það sem ég vildi gera. Og svo koma sem sagt tölvurnar inn og maður opnaði sína eigin síðu sem í dag heitir Spor í sandi. Þú kannski kannast við hana. Og þar maður bara sinn eigin ritstjóri og setur inn það sem maður vill sjálfur gera. En það verð ég að segja mig kannski til hrós að ég hef alltaf vilja bera ábyrgð á þessu sjálfur sem merkir það í raun og veru að maður svona veit til þess að vita hvað megi ganga langt og hvernig megi orða hlutina þannig að bara það innihaldi skili sér til lesanda. Ég hef aldrei verið í því að tala eitthvað svona prívat fólk. Mér varðar raun ekkert það. Ég hef aldrei verið þeim megin línu. Ég hef alltaf reynt að vera svona efnislegur, heitir það ekki? Og ég held að manni hafi nú alveg tekist það. Og svo eins og kannski þið hafi nú tekið eftir, þá maður svolítið fyrirferðarmikill á Facebookinni. Af hverju? Svona svo ég opinberi það, þá hef ég rosalega gaman að því að tjá mig allt og ekki neitt. Og þess vegna ég að þessu. Ég hef aldrei velti fyrir mér hvort maður sé að gera of mikið, hvort maður sé að gera of lítið. Ég hef aldrei verið þar. Og ef að menn vil ekki lesa þetta, þá lesa þetta ekki. Ef ykkur vill lesa þetta, þá bara gleður það. En ég hef aldrei látið stjórnast af neinum svona viðhorfum annars staðar frá. Þannig að ég tek ekki undir það að þetta sé of mikið. Ég hef það til viðmiðunar að ég hef gaman að þessu og ég má alveg hafa gaman að þessu. Og það ekki þannig að ef þú hefur gaman að einhverju, þá viltu nú sýsla aðeins meira við það heldur en ekki. Og hversu sem á að stjórna því? Það getur enginn stjórna því, nema þú sjálfur. En, eins og ég var að segja á þann, þá ég alltaf vita hver langt má ganga, til mig vita það. Þannig að í sjálfu sér maður sinn eigin ritstjóri, sjálfur. Það finnst mér mjög mikilvægt að menn eigi og hafi og noti því að það þarf að ritstýra öllu efni. Hvort og mikið sé, það eiginlega bara smekksatriði hvers og eins. En á meðan maður hefur gaman að einhverju, eins og vorum að tala að þá bara haltu þessu þú bara áfram. Þú sem ert svoleiðis
golfdellukall, sést alltaf upp á velli þegar fært það bara allt í lagi. En ég get alveg lofa því að ég myndi ekki nenna því. En þú máttu alveg ef þú vilt það. En kannski ert þú manneskjan sem myndi aldrei ekki nenna að setja einhverja stafi á blað. En þú getur alveg samt verið með mér í þessu þannig séð. Ekki svo að skilja að menn hafi neitt verið að agnúast yfir þessum hlutum fyrir mig. Ég man eftir því að vinur minn, góður, ennþá, þá var ég segi nú nýbyrjaður. Þetta var eitthvað, ég var búin að vera við þetta í eitthvað 2 ár og margir svona farin að taka eftir þessu nafni og ég var svolítið fyrirferð, ég veit ekkert það. Hann spyr mig að heldur fólk sé ekki farið að vera leið á þér. Ég gat nú ekki annað leið. Og ég lagi aftur þegar ég hugsa þetta því að frá þessum tíma að verða komið 40 ár. Hafði það verið orðið leitt á mér eftir 2 ár. Hvað þá heldur í dag hátt í 40 árum seinna. Því að staðan þessi, eftir að ég komst inn á síðuna sem ég gerði og rek enn þann dag í dag, þá alveg bara dæli maður þess út. Já, ef að fólk leitt, þá bara lesa það ekki nú eða það svo ofboðslega leitt, þá bara þurrkar það mig út af Facebook. En ég held áfram. Svo lengi sem ég hef gaman að þessu sjálfur, þá get ég lofað því og sjálfur mér að ég mun halda þessu áfram. Þegar ég þarf ekkert að vera neitt að afsaka neitt í þessum málum. Ég sé ekkert rangt við þetta. Eins og líka ég var að segja á þann, og þetta satt, þá hef ég alltaf borið ábyrgð sjálfur á þessu. Með öðrum orðum, voru líka að tala það, ég minn eigin ritstjóri sem merkir það að ég leyfi mér ekkert allt. Og það verk ritstjóra að leyfa ekkert allt, að vera með einhverja bremsu einhvers staðar. Þetta kannski eitthvað sem fleiri mættu hafa í huga. En að búa við þetta frelsi fyrir manni sem mig, ég reynt elska það. Og vinna í þessu frelsi sem maður hefur, ég reynt elska það. Og ég kristinn maður eins og líklega veist, trúi nú kannski ekki, mér saman það, að maður lifir þar í algjöru frelsi, vinnur í algjöru frelsi. Það finnst mér alveg stórkostlegt að vera undir. Ég lít Guði, en við erum í góðu sambandi og hann þannig Guð. Hann gefur manni algjört frelsi þegar hann sér að ég að gera bara það sem hann vill. Þannig hann aldrei með neitt putta í því sem ég að gera. En hins vegar hefur hann oft komið með hugmyndir fyrir mig til að vinna með og vinna úr. En hann hefur alveg treyst mér fyrir verkinu til enda. Það þetta sem ég elska. Ég veit ekki með þig, en þetta hefur verið svona mitt líf meir og minna allar götur. Það hefur náttúrulega unnið vinnu, launaða vinnu, en ég hef alltaf verið með eitthvað svona aukreitis sem að ég hef haft gaman að. Og það hefur verið margs konar. Ég hef til að mynda ég nenni flestu af þessu sem ég gerði, ég nenni því ekki í dag. Bíll frá mér til að mynda fór aldrei á vegstaði. Ég gerði við allt sem upp kom sjálfur. Og ég get alveg ljóstaði upp hér. Ég hafði bara gaman að því. Og ég var við alls konar smíðar. Búa til eitthvað úr tré. Vegna þess einfalda að ég hafði gaman að því. En þetta allt saman farið til hliðar og ég myndi aldrei nenna þess í dag. En ég með annað bara í staðinn og það skrifin og þau halda áfram. Eins og ég segi,
þau eru búin að vera gegnum gangandi í mínu lífi. Síðan 1984 strangt til tekið þá skrifaði ég mína fyrstu grein og í dag 2022 og ég enn við þetta. Fer alveg hamförum á netinu. Ég skrifuði texta. Kannski það orðin alveg svolítið hundleiður. Þá segi ég bara til hamingju með það. En ég verði víst að hryggja það mig því að ég ekkert að fara neitt. Ég ætla að halda þessu áfram. Af því ég hef gaman að því eins og vorum að tala Og ég vil hvetja þig, sinntu því sem þú hefur gaman að. Láttu engar segja þér neitt það. Ég veit að líklega verður það gagnrýnt tímann en þú voru bara þá að búa við það. Akkur ég að segja þetta? Akkur maður að segja yfirleitt nokkuð skapaðan hlut? Þetta sé nú ekki bara vegna þess að manni langar til þess sjálfu. Þannig þetta nú mikið með okkur langar til þess að gera eitt og annað sjálfum og við látum það eftir okkur. Í því ljósið þetta að einhverjir hafi gaman að. Og það eru fleiri, skal ég segja ykkur, en þú veist sem hafa í raun og veru gaman að þessu og hafa haft í raun og veru gaman að þessu. Og það hef ég oft heyrt í gegnum tíðina. Já, ekki oft, jú, nokkuð oft. Já, ég hef nokkuð gaman að þessu pælingu, ég ekki sammála öllu. Það fylgir alltaf með, það verður alltaf að koma með. En þetta þetta gaman að fá svona hrós og það svo sem enginn að biðja einn eða neitt að vera sammála. Erum við nú yfirleitt kannski oft en við erum ekki alltaf sammála. Halló, skárra væri nú. En þetta nú svona pínulítil saga af þessu feitakalli sem nú reyndar að grennast aðeins. Þú sér að ístran, þetta ekkert orðið, maður fann að skamma sig fyrir þetta maður. En þetta nú staðan. Bara svona ganni. Hér allt í ganni.